Einn, tveir. Ég góður. Takk. Takk. Kæru aðalfundarfulltrúar, gestir, starfsfólk, velkomin til þessa aðalfundar okkar. Við vitum þetta árlegur viðburður og þetta æðsta vald bandalagsins, mjög mikilvægt. Þetta stór hluti af þessu lýðræði sem við höfum og þar sem ég vonast til þess að þessi fundur fari vel fram og við virðum hvort annað, við virðum tímamörk, við virðum tíma hvors annars og allir geta tekið til máls vonandi þeir sem þurfa og tjá sig og við hjálpum hvort öðru og styðjum hvort annað. Ég ætla ekki að hafa þetta lengra en þetta dálítið merkilegt vegna þess að við erum búin að vera frá því að vera 6 félög í upphafi fyrir 52 árum að þá erum við farin að nálgast 150, nei kannski ekki alveg svo en það fer að nálgast það ef svo áfram heldur sem horfir og það segir sér sjálft að það tekur meiri tíma, það erfiðara að koma sér saman þegar bara 6 félög að koma sér saman eða hvort að það eru á annað 100 og eins og núna þetta yfir 100 mann sem komin hér saman til þess að ræða framtíðina, gera upp fortíðina og ræða framtíðina eins og aðalfundir eiga að vera. Ég legg til að við fáum þá fundarstjóra sem eru Kolbeinn Óttarsson Proppe og Steinunn Þóra Árnadóttir. Einhver aðrar uppástungur? Ef svo ekki, þá býð ég þau hér velkomin og að taka við fundarstjórninni. En einnig ber ég upp ritara. Þar Þröstur Emilsson og Þorbera Fjölnisdóttir. Einhver athugasemdir við það? Og Anna Guðrún, við erum með 3 ritara boðið upp á. Þannig að þetta verður nú örugglega vel skjalfest. Svo minni ég okkur á að þetta tekið upp allt saman, þannig að það hjálpar okkur til þess að gæta orð okkar og tala virðingu við hvort til annars og hvort annað. Þá vil ég bara biðja þessa starfsmenn fundarins koma og taka við fundarstjórninni. Eru þið ekki einhvers staðar nálægt mér? Já. Takk. Gefum gott klapp. Já, komið þið sæl. Kolbeinn Óttarsson Proppe heiti ég og þakka það tröst sem okkur sýnt hér. Það mikil dagskrá hér framöndan og ýmislegt eins og menn vita sem við þurfum að taka fyrir, en ég hef það og við hér það eina hlutverk að tryggja það að þessi fundur fari eins vel fram á hægt og bara eftir settu reglum og annað markmið höfum við ekki hér. Ég vona bara að við hjálpum svo að gera þetta góðan fund. En ég vil taka það fram að fundurinn tekin upp og hann verður settur á heimasíðu Öryrkjabandalagsins. Og ef einhverjir fulltrúar hér eru varafulltrúar sem hafa mætt í forföllum aðalmanns, þá verða þeir að skila af sér kjörbréfum. Það er að tala við hana Sigríði Hönnu. Og eins vona ég allir hafi skráð sig hér við innkomu, svo þeir verði löglegir fulltrúar. Það tónmöskvakerfi til staðar og einhver vill nýta sér það, þá þarf viðkomandi að ræða við Þórnýju Björk og svo boðið upp á rittúlkun hérna. Það Þórnýju Björk sem sér það. Kjörbréfafulltrúar eru Sigríður Hanna Ingólfsdóttir og Hrefna K. Óskarsdóttir, Margrét Ögn Hrafnsdóttir og Hannes Ingi Guðmundsson og Sigríður Hanna heldur utan upplýsingar frá aðildarfélögunum kjörbréf. En ég ætla að gefa Steinunni orðið núna því að nú komið að fyrsta liðnum af hinni hefðbundinni dagskrá sem inntaka nýrra félaga. Já, fyrirgefðu, ég ætla bara sjálfsagt að taka við en ég glemdi bara að árétta það að
Ég ætla að biðja alla fundagesti að ræða í mikrofón af því að þetta tekið upp. Viltu tjáðu eitthvað annað en hér sem sagt komin fram dagskrártillaga. Ég ætla að biðja ykkur að gefa okkur hér örstutt hlé meðan við skoðum þetta. Já, afsakið við erum að tryggja það bara hér að þetta fari allt rétt fram og við séum ekki að gera hennar vitleysu, en hér er sem sagt komin fram dagskrártillaga. Það er Kristinn Halldór Einarsson sem leggur hana fram og hún er svo hljóðandi. Ég geri það að tillögu minni að stöðuskýrsla skipulagsnefndar ÖBÍ verði færð frá liðnum önnur mál undir liðin skýrslur kynntar lagðar fram. Greinagerð. Skipulagsnefnd ÖBÍ er skipuð af framkvæmdastjórn ÖBÍ í samræmi við samþykkt seinasta aðalfundar bandalagsins. Skýrsla framkvæmdastjórnar hefst á frásögn af skipun nefndarinnar og svo er síðar sérstakur kafli starf nefndarinnar. Það er því ljóst að með skýrslu framkvæmdastjórnar er búið að opna á umræður störf skipulagsnefndarinnar og því erfitt að sjá rökin fyrir því að stöðuskýrsla nefndarinnar verði ekki kynnt fyrir en undir liðnum önnur mál. Kristinn Halldór Einarsson. Hún er hérna lögð fram og við erum hér að ráðfæra okkur við reglur og það bara ber að greiða atkvæði þessa tillögu þegar í stað. Og þetta er dagskrártillaga sem kemur fram eftir að fundurinn er hafinn, þannig að það þarf 2/3 atkvæða til að hún verði samþykkt. Þannig að við verðum bara að undirbúa hér atkvæðagreiðslu. Er einhver sem óskar eftir að hún verði leynileg, annars er það bara handaupprétting. Þá ber ég bara þessa dagskrártillögu upp, vilja menn að ég lesi hana aftur. Aðeins hægar, afsakið. Ég geri það að tillögu minni að stöðuskýrsla skipulagsnefndar ÖBÍ verði færð frá liðnum önnur mál undir liðin skýrslur kynntar lagðar fram. Greinagerð. Skipulagsnefnd ÖBÍ er skipuð af framkvæmdastjórn ÖBÍ í samræmi við samþykkt seinasta aðalfundar bandalagsins. Skýrsla framkvæmdastjórnar hefst á frásögn af skipun nefndarinnar og svo er síðar sérstakur kafli starf nefndarinnar. Það er því ljóst að með skýrslu framkvæmdastjórnar er búið að opna á umræður störf skipulagsnefndarinnar og því erfitt að sjá rökin fyrir því að stöðuskýrsla nefndarinnar verði ekki kynnt fyrir undir liðnum önnur mál. Kristinn Halldór Einarsson. Þá göngum við til atkvæða og eins og ég segi, hún kemur fram eftir að fundur er settur, þannig að það þarf samkvæmt fundarsköpum 2/3 atkvæða til að hún sé samþykkt. Þeir sem eru samþykkir þessari tillögu rétt upp hönd. Þeir sem eru á móti, já, hún er samþykkt með þorra atkvæða gegn fáum. Þá verður svo breyting að dagskránni að skýrslan sem ræðir skipulagsnefnd ÖBÍ færist hér í þarnæsta dagskrálið sem er skýrslur kynntar lagðar fram. En þá snúum við okkur næsta dagskrálið, það er inntaka nýrra félaga. Steinunn. Já, komiði sæl, ég heiti Steinunn Þóra og er svo lágvaxnari að fundastjórunum heyrið alveg í mér þótt að þetta sé svona hátt uppi. Eða þarf ég að beygja niður þegar ég tala? Já. Já, þá erum við komin að liðnum inntaka nýrra félaga og ég ætla að gefa Guðmundi Magnúsinni orðið til að kynna þau. Takk. Já, það eru 3 félög sem hafa sótt koma hér inn. Það er félag
það er félag lifrarsjúkra og svo er Geðhjálp að koma inn aftur og Heilaheill er líka að óska eftir inngöngu. Framkvæmdastjórn samkvæmt lögum bandalagsins inntaka nýrra félaga segir umsögnum aðild í bandalagið geta gengið félagasamtök sem starfa á landsgrundvelli og hafa það sem aðalverkefni að vinna að málefnum fatlara. Hvert félag innan bandalagsins starfar algjörlega sjálfstætt. Umsóknina skal senda bandalaginu 3 vikum fyrir aðalfund sem tekur hann til afgreiðslu. Með umsókninni skulu fylgja endurskoðaðir ársreikningar næsta árs á undan og félagaskrá. Í lögum félagana sem að bandalaginu standa skal taka skýrt fram tilgang þeirra og hverjir njóti þeirra réttinda. Félögum ber að senda bandalaginu skýrslu árlega ásamt endurskoðuðum reikningum og félagaskrá. Úrsögn aðildafélag getur sagt sig úr bandalaginu. Það er rétt að geta þess að það hefur eitt félag gert, Vonin, sem að var svona eiginlega hætt að starfa í nokkur ár en hefur verið lagt niður formlega, þannig að og hérna þar með gengið náttúrulega úr bandalaginu. En hér eru þetta 3 félög, félag lifrarsjúkara, Geðhjálp og Heilaheill. Þetta var tekið fyrir á framkvæmdastjórnarfundi hvort að þau uppfylltu þau skilyrði sem að ég las upp hér áðan og okkur sýndist að það væri algjörlega og það var sérstaklega, fögnuðu því sérstaklega að Geðhjálp væri að koma aftur til starfa því við höfum saknað þeirra í þessi 2,5 ár sem að frá talið að þau hérna sögðu sig úr bandalaginu. Ég hérna bara legg þá til að fundarstjórar beri þau upp til hérna nema einhver vilji tjá sig þessar umsóknir sem menn hafa náttúrulega rétt á. Er einhverju sem Formaður hefur þá kynnt þau félög sem að óska eftir aðild að ÖBÍ og það hefur verið venjan að afgreiða þetta með handauppréttingu nema framkomi krafa annað. Svo er ekki. Þannig að ég ætla þá fyrst að bera upp fyrsta félagið sem er félag lifrarsjúka. Þeir sem eru samþykkir því að félag lifrarsjúkra fái inngöngu í Öryrkjabandalag Íslands, gefið merki. Já, takk. Og þeir sem á móti kunna að vera, það er samþykkt samhljóða. Þá er það næst Geðhjálp. Þeir sem eru samþykkir því að Geðhjálp verði tekið inn í Öryrkjabandalag Íslands, gefið merki. Já, og þeir sem á móti kunna að vera, það er enginn. Og þá að lokum Heilaheill. Þeir sem eru samþykkir því að Heilaheill fái inngöngu í Öryrkjabandalag Íslands. Já, takk. Og þeir sem á móti kunna að vera, það er samþykkt samhljóða. Takk fyrir það. Þá er rétt að klappa fyrir nýjum félögum og bjóða þau velkomin í Öryrkjabandalagið. Jæja, þá er komið að þessum næsta lið sem er skýrslur kynntar lagða fram. Í hann er samkvæmt dagskrá eru áætlaðar 55 mínútur. Þar sem að búið er að samþykkja hér dagskrártillögu að færa umræðu stöðuskýrslu skipulagsnefndar inn í þennan dagskrárlið. Hana átti að ræða undir liðnum önnur mál. Í það var gefin 1,5 klukkutími
sem þá í þá skýrslu og önnur mál, þá finnst mér eðlilegt og sanngjarnt að við lengjum þennan tíma sem á að fara í dagskránni í skýrslur kynntar lagðar fram og ég legg þér fram þá dagskrártillögu að dagskránni verði breytt þannig að umræða standi klukkutíma lengur, hún standi sem sagt til 12. Þeir sem eru hlynntir þessari breytingu á dagskrá gefi merki með handauðbreytingu. Þeir sem á móti kunna vera. Þá það samþykkt og þá dagskráin sem sagt þannig að núna hefst afsakið liðurinn skýrslur kynntar lagðar fram sem mun standa til hádegis afsakið sem þýðir að umræðum reikninga ársins hefst strax eftir matarhlé. En þá það fyrsti liður í undir þessum lið hérna sem A. Skýrsla formanns og framkvæmdastjórnar. Guðmundur Magnússon, formaður ÖBÍ, flytur skýrslu. Takk fyrir. Já, þið hafið fengið þessa skýrslu með öðrum fundagögnum send á sínum tíma. Það svona eitt og annað sem hefur náttúrulega gerst síðan. Ég ætla ekki að fara í hvert lið fyrir sig, en ég ætla að geyma mér hérna skipulagsnefndina, ég ætla að taka ræða það síðast, en það kemur þarna fram að það komin ný ríkisstjórn og ég haft þá ánægju að funda með stærstum hluta hennar, það að segja hverjum ráðherra fyrir sig og sumum oftar en einu sinni og oftar en tvisvar. Þetta hefur verið hérna svona svolítið blendnar tilfinningar sem hafa komið út úr þessu. Það vilji nokkuð örugglega fyrir hendi að gera vel, ég held að það sé engin spurning, en takmörkun á fé og svona ýmislegt borið við til þess að hérna hvernig eigi að lagfæra kjör öryrkja og hvernig eigi að standa að okkar málum. Ég vil sérstaklega taka fram að tala það með sáttmála Sameinuðu þjóðanna eða samning Sameinuðu þjóðanna eins og það heitir svona á lagatæknilegu máli réttindi fatlaðs fólks, að það hefur gengið bara mjög vel sú vinna að innleiða hann. Við töluðum það á síðasta aðalfundi og það var samþykkt að óska eftir því að hann yrði lögfestur, það myndi flýta mikið fyrir, en það eitthvað dett út. Nei. En það það svona eitthvað sem að þeir vilja draga fæturnar varandi það að lögfesta hann, en vonandi muni þeir þá vanda sig þeim mun meira við fullgildinguna. Það þýðir að það þarf að breyta mjög mörgum lögum, það þarf að lagfæra lög, það þarf að styrkja lög og svo eru ein lög sem vantar alveg að heita má og það bann við mismunun, almennt bann við mismunun vegna fötlunar. Og við þar að ekki orðin síðasta Norðurlandaþjóðin til þess að fullgilda samningin eða sáttmálann, Noregur núna síðast í sumar. En öll hin Norðurlöndin nema Ísland hafa fullgilt samningin. Það eru samt dálítið misjöfn vegna þess að til dæmis eins og Danmörk skrifaði ekki undir bókunina, sérstöku bókunina og sem við höfum gert aftur á móti og munum fullgilda leið og samningin í heild sinni. Þetta mikilvægt að hafa í huga. Við erum búin að fá nýja þýðingu sem mun betri og heldur en svo þýðing sem var hér fyrst og þar sem var verið að þýða í rauninni samningin inn í gærdaginn meðan að þessi samningur fjallar morgundaginn og mjög mikilvægt að það komið hér ný hugmyndafræði sem við verðum að tileinka okkur öll sömul. Það ekki nóg að stjórnvöld viti hvernig eigi skoða þetta ekki bara fyrir einhverja lögfræðinga, þetta mjög mikilvægt fyrir okkur öll
að kynna okkur samningin vel og vandlega og þessa nýju hugmyndafræðar, þessa félagslegu sín í stað þessar læknisfræðilegu sínar á fötlun. Mjög mikilvægt. Ég tel að þarna sé komið vel á veg og við hefum verið í öllum nefndum hjá innanríkisráðuneytinu varðandi innleiðinguna og það gengur bara mjög vel eins og ég sagði og við megum vera ánægð með það. Þá er komið að þessu með sem ég ætlaði að taka síðast og það er skipulagsnefndin. Þetta, eins og við munum að þá var það samþykkt á síðasta aðalfundi að það veri komin tími til að endurskoða skipulag Öryrkjabandalagsins. Þetta eins og ég kom inn í innganginu mínum að þetta er búið að breytast úr 6 félögum í hátt á annað 100 félög og mjög misjöfn félögin, þau eru mjög stór, þau eru mismunandi að gerð og lögun, þannig að það er mjög mikilvægt að við endurskoðum allt bandalagið, hvernig það á að vera uppbyggt, á þetta að vera deildarskipt, á þetta að vera einhver önnur tengsl á milli félagana, á að búa á það að koma frá okkur, hvernig félögin starfa saman, á það að koma sem sagt ofan og niður eða á þetta eitthvað sem við höfum að sjá til þess að félögin hafi góðan jarðveg til þess að mynda samtök sín í milli eftir tegundum og áhugahópum. Það er mikilvægt að við ræðum þetta af hreinskilni og opinni hreinskilni vegna þess að þetta er starf sem að tekur minnstakosti 2 ár. Ég gerði ráð fyrir því þegar ég lagði fram þessa tillögu um endurskoðun á síðasta aðalfundi að þetta yrði 2 ár og ég á alveg svona að þetta verði 3 ár. Það er að segja að nú er nefndin búin að skoða svona kannski hér innanlands dálítið mikið, það og eftir að skoða hvernig systursamtök okkar á hinum Norðurlöndunum eða í Evrópu, hvernig þau starfa og það er mjög mikilvægt að við tökum mið af þeim þar sem að okkar samstarf byggir á því að vera í líkri uppbyggingu. Þannig að ég vonast til þess að nefndin geti haldið áfram og vinna og geti síðan skilað fullgildu endanlegu tillögum á næsta aðalfundi. Það þýðir 2014 og þá með tillögum að breytingum á lögum því að það þarf að breyta náttúrulega heilmikið lögum og að breytingarnar á lögum gangi síðan til aðalfundarins 2015 og þannig klárist þetta núna á næstu 2 árum. Ég held að það sé mjög mikilvægt að við en pössum okkur á því að vinna þetta samt ekki of hratt, ekki að fara að vera með einhvern flumbrugang, heldur vinna þetta vel og vandlega og af virðingu hvort við annað. Ég hef þá ekki lengra tala þá ekki lengra þessa skýrslu og gef bara aftur til fundarstjóra. Já, takk fyrir það, Guðmundur. Í dagskrártillögunni sem samþykkt var hér fyrir áðan í greinargerðinni sem fylgir henni er vísað í skýrslu framkvæmdastjórnar og þá frásögn af skipun nefndarinnar sem að hér var komið inn á. Í liðnum sem var færður hér yfir, þar kemur fram að Fríða Bragadóttir ætla að halda stutta kynningu stöðu skýrsluna. Fundarstjórar höfum ákveðið að fá hana til að kynna hana núna næst, en að sjálfsögðu er orðið laust hér skýrslu formanns og framkvæmdastjórnar, en ég minni þó á að ætlum að ræða sérstaklega skýrslu skipulagsnefndarinnar, þá mun koma kynning á henni
hér á eftir. Er einhver sem vil tjá sig ræðu eða skýrsluna áður en að kynningin kemur? Gjörðu svo vel. Eru starfsmenn fundar hér eitthvað sem að vilja hlaupa með mikrofón? Því að enn og aftur minni á að við erum að tala í mikrofón því allt tekið upp og þetta fer í tónmöskukerfið. Jú, hann Gísli Helgason. Hann er Halló. Já, góður fundarmenn, Gísli Helgason heiti ég og er fulltrúi Blindraðvinafélags Íslands. Mér langar að þakka mjög góða skýrslu framkvæmdastjórnar og hún kemur inn á ótrúlega mörg atriði. Þetta er aldrei mikið fjallað aðgengismál sem er hið besta mál og eins stöðu skýrsluna og eins sáttmála eða samning Sameinuðu þjóðanna. En það er eitt sem ég finnst vanta dálítið, sko. Nú myndist formaður á aðgengi fyrir alla og mismunun. Í því samfélagi sem við erum að sigla inn í, sem byggir mikið á upplýsingatækni í gegnum tölvur og internet og allt hvað þetta heitir, þá er gríðarleg mismunun í gangi varðandi fatlaða og þá sem eru ófatlaðir. Og ég nefni sem dæmi að þeir sem eru blindir eða sjónskertir eða lesblindir, þeir eiga oft mjög erfitt með að fara í gegnum ýmsar heimasíður með nauðsynlegum upplýsingum og Blindrafélagið hefur haft á sínum vegum aðgengisfulltrúa sem fylgt hefur þessum málum eftir. En mér hefur oft fundist skort á að stjórn Öryrkjabandalagsins taki dálítið rækilega á akkúrat þessu atriði. Það hefur stundum verið talað þetta hér áður, en mér finnst einhvern veginn að þetta, sko, fólki finnst þetta ekki skipta neitt miklu máli. Nú til dæmis verið að þróa talgreiningarforrit þannig að í framtíðinni þurfa menn ekki lengur að skrifa á tölvur með lyklaborð. Þeir bara geta kjafta við þær eins og hvern annan góða vin. Og þetta mun hafa gríðarlega byltingu í för með sér fyrir þá sem eiga erfitt með að hreyfa hendur. Þannig að Öryrkjabandalagið má ekki sofna á þessum verði að vaka vel yfir aðgengi að upplýsingasamfélaginu og enn og aftur takk fyrir frábæra skýrslu. Takk fyrir þetta, Gísli. Guðmundur Jónsson hefur líka beðið orðið. Já, góðan daginn. Guðmundur Jónsson heiti ég reyndar. Afsakaðu. Það danski hlutin í mér. Þakka ágæta skýrslu. Mér langaði reyndar til þess að svona skjóta inn í hérna. Mér finnst eiginlega vanta svolítið þessi blessu húsakaupamál sem að Öryrkjabandalagið búið að fara í þetta. Náttúrulega stór hluti og stórhuga menn hafa verið á ferðinni hérna að kaupa Björgúlsvöllina hérna við hliðina. Það sem að hefur farið svolítið fyrir brjóstuða mér hérna sem fyrirverandi varamanni í framkvæmdastjórn og aðalstjórnarmann líka, reyndar ekki fyrirverandi, svo kostnaður sem að hefur hlaðist upp vegna innkomi inn í húsið. Meðan að hérna öryrkjar eru almennt séð frekar illa haldnir og hérna bara eiga bátt, það er eiginlega bara þannig. Þá finnst mér hérna svolítið erfitt að horfa á það að hérna
að Öryrkjabandalagið eða við séum að fjárfesta í stóru húsi. Vissulega gott að hafa hús undir starfsemina en það sem að skiptir náttúrulega máli í okkar starfsemi það sem að kemur að félögunum. Og mér finnst eiginlega meira vert starfsemina heldur en húsnæði sem að þetta félag eða þetta ágæta bandalag á að vera að gera. Á sama tíma og eins og ég segi félögin eru öll soltin eftir langvarandi niðurskurð bæði stjórnvöldum og líka það að það voru miklu erfiðar í dag að reka félög eins og bara við þekkjum vegna þess að fyrirtækin eru hætt að gefa þess að það búið að vera að kreppa. Þá finnst mér svolítið skjóta skokku við að það séu lagðir sérstaklega í einhverja að vera að tala að leggja einhverja 70 milljónir í innkomu inn í þetta ágæta hús. Ég er alveg saman að það er ekki að búa eitthvað starra en ég spyr mig og hef gert á fundum er þetta ekki kannski helst til vel í lagt og mér langar að fá svona umræðu þetta mál hérna á fundinum. Takk fyrir. Takk fyrir. Já, við erum hér að ræða skýrslu formanns og framkvæmdastjórnar og ég ætla þarna ætla að fá fleiri sem ætla að tala áður en að við gefum formanni og framkvæmdastjóra færa á að svara. Gjörðu svo vel. Fundarstjóri, kæri þingfulltrúar, ég vil byrja því að óska okkur öllum til hamingju með daginn og þá þeim nýjum félögum sem eru gengin í okkar samtök. Nú ég nýkomin að utan og hef þar lendi ekki getað kynnt mér nægilega vel skýrsluna fyrirfram, en ég deili áhyggjum hans Guðmundar danska þar sem hann fer yfir húsnæðismálin. Það nú eins og þannig að þegar við förum í fjárfestingar þá þurfa þær að vera gerðar af skynsemi. Fjárfestingin sem við erum búin að fara í sem byggir á sjóð til minningar Ólafsheitin sem vill svo skemmtilega til að hann vann nú hjá mér lengi vel og fór vel með peninga og nú höfum við nýtt þessa fjármuni til þess að kaupa þessa fasteign. Sem rekstraraðili sjálfur, ég starfa bæði sem lögmaður og með eignarhaldsfélag líka, að þá verða allar fjárfestingar að vera arðbærar. Við erum með 245 milljónar bundnar í þetta í stofnfé pluss viðbætur sem koma síðar sem ófyrir séð hvað verður mikið. Bara stofnféð þýðir að við þurfum að hafa af ári af þessu 30 milljónir í tekjur. 30 milljónir í tekjur af þessari fjárfestingu. Ég ætla ekki að koma að ég held að ársreikningun sem lagði fram mun skekkjast töluvert ef við förum yfir hann betur með þetta í huga því að það dettur út ýmsir liðir og ég held að við höfum farið dálítið gest í þessu mál okkar. Við hefðum átt að vinna það betur, tel ég, fyrirfram séð að kaupa 900 fermetra húsnæði undir 10 starfsmenn og ekki að hafa fyrirfram séð að við getum fyllt það með félögum okkar því að þetta það dýrt húsnæði, það getur enginn okkur félag leigt þetta á markaðsverði. Þannig að með undarastóran að í dag, þó upphafið því ég heyrði af þessu fagnaði en ég hafði þá ekki neina forsönd til að vinna eftir og ég dálítið hissa á þessu. En við erum fyrst og fremst mannúðarfélag en ekki fasteignafélag. Takk fyrir. Takk fyrir. Ég vil minna fundagesti á það að kynna sig þegar þeir taka til máls. Næst hefur beðið orðið Hjördís Anna. Gjör svo vel. Ágætu fundagestir. Hjördís Anna Haraldsdóttir heiti ég og frá félagi heyrnarlausra. Það sem mig langar að tala hér í dag, ég vil bara þakka fyrir skýrslu formanns og framkvæmdastjórnar sem ég sitt reyndar sjálf í en það annar mál.
En mér langar að vekja athygli okkar á því, það er málaflokkur sem við þurfum að huga vel að og það er sáttmáli Sameinuðu þjóðanna sem við köllum í daglegu tali SRF og mér langar aðeins, ég er mjög ánægð með að ÖBÍ er núna að setja markvissan kraft í því að framfylgja þessu máli, sérstaklega hvað var það þýðingarna þó. Við þurfum að halda þessar vinnu til streitu, við megum ekki missa dampinn þar, við þurfum að vinna mjög markvisst að því að þessi sáttmáli verði samþyktur ef litið er til framtíðar. Við þurfum að mynda einhvern þrýstihóp við aðildarfélög og aðildarfélögin innan ÖBÍ í sameiningu þurfum að vera stór þrýstihópur og stjórnvöld þannig að þetta mál falli ekki einhvern veginn á milli skers og báru. Þá vil ég bara þakka fyrir mig. Takk. Emil Thoroddsen hefur beðið orðið. Hann situr þarna. Hann er að koma. Góðu félagar, ég ætla að þakka fyrir skýrsluna. Þetta var ítarleg skýrsla. Hækka mækin, já. Þetta var ljómandi skýrsla og umræður líka bara málefnalegar. Það sem að ég tek undir með Hjördísi hérna með sáttmálan. Við höfum tekið frumkvæðið í því að kynna sáttmálan. Hér skrifuðu stjórnvöld undir á sínum tíma. Inn í því var falið að stjórnvöld stæðu fyrir kynningu á sáttmálanum og innleiðingu hans. Öryrkjabandalagið, þar sem að það var ekki gert, tók það frumkvæði og hefur gert það bara mjög vel í samvinnu við háskólann og það er hinn punkturinn eða annar punktur sem ég vil líka nefna og kannski skortir í sjálfri skýrslun okkar og það er það að Öryrkjabandalagið hefur staðið á bak við fötlunarfræðina í háskólanum mjög vel undanfarin ár. Og það er málefni og það er vettvangur sem við þurfum að halda áfram og styðja og fylgja eftir því að þar erum við að koma hugmyndafræðinni til skila, við erum að kenna fólki nákvæmlega það sem er nýjast og best í þessum fræðum og það mun ávaxtast. Varðandi húsnæði sem að hér kom inn á, Öryrkjabandalagið fjárfesti í húsinu hér og rauninni það var vitað fyrirfram að húsið væri of stórt en til þess að fá þennan stað og þetta hús þá var það metið þannig að það væri skynsamlegt að kaupa húsið, síðan tæki Öryrkjabandalagið ákvörðun það hvort hlutið þess verði seldur eða leigður. Ég er sannfærður það að bæði fengum við nú húsið á góðu verði og húsnæðisverð spilar frekar með okkur. Ég er sannfærður það að það verður hægt að leigja þarna út leið og við höfum lagað húsnæðið aðeins. Þannig að ég er á því að þetta hafi verið skynsamleg niðurstaða. Þetta er í rauninni áfangi sem að stefnumörkun Öryrkjabandalagsins sem var kynnt 2009 lagði áherslu á og við erum þarna að komast í mark. Vissulega eru breytingar á húsinu dýrar en við verðum að innrétta húsnæði sem stendur undir öllum þeim kröfum sem við gerum til aðgengis. Við eigum að vera til fyrirmyndar og annaðhvort gerum við það í byrjun eða bara sleppið því. Þetta er ákveðin stofnkostnaður í byrjun og það skilar sér. Ég hugsa ef að menn fara að skoða fermetrana sem að hugsanlegt er að leigja og ef að þeir eru komnir í leigu á undirmarkaðsverði, svona segjum bara meðalmarkaðsverð og aðeins undir því, þá er ég alveg sannfærður það að húsið verður sjálfbært í rekstri. Þannig að sú leið er möguleg. Hinn leiðin og húsnæðið þannig skipt að það er einfaldlega hægt að selja helminginn.
það þarf ákveðna undirbúningsvinnu, það þarf að skipta eignunum upp, en ég alveg sannfærður að þarna erum við að fjárfesta til framtíðar og þetta fjárfesting sem að mun ávaxtast líka út af staðsetningu og fleira. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Fundarstjóri fékk ábendingu það að auk þess að kynna sér með nafni væri gott að kynna einnig frá hvaða félagi fólk væri. En Erla hefur næst beðið orðið. Svo annar. Kæru félagar, ég heiti nú Erna, en þetta nú allt í fínasta lagi. Þetta allt í lagi, steinur mín. Emil sagði nú sjálfsagt helmingin af því sem að mér langaði til að segja. Ég segi stundum alltaf að ég sé komið úr brendasta öryrkjaflokknum eða málaflokknum. Það að segja að ég stofnandi geðhjálpar og hef meira en í 40 ár verið baráttumaður fyrir bættum réttindum geðfallara sem eru sjálfsagt neðstir á botninum hvað varðar virðingu. Ég býst við því að ég sé eina manneskjan hér inni sem hefur þurft að upplifa það bara fyrir örfáum árum síðan að sonur minn sem veikur var kallaður aumingi frammi fyrir mér og honum sjálfum. Ég býst nú ekki við að svona sé farið með aðra. Það sem ég langar til að tala einmitt þessi kaup á húsinu vegna þess að ég þekkti líka Ólaf. Ég þekkti hann líka og ég veit hann kallaði þessi stundum aumingja. Og ég man þegar við vorum að rita undir kaupin að þá hugsaði ég svo sterkt til hans þar sem hann var rennandi blautur og var að vinna fyrir sér og var svo sannarlega ekki öryrki og skildi alla þessa góðu peninga eftir að handa okkur til þess að við þetta félag, þessi samtök getum gert aðgengi á húsi fyrir blinda með sérstökum aðgerðum til þess að þeir eru gott með að ganga, heyrnarlausa og alla hina fatlaða, hvernig sem það nú er. Þannig að ég veit að þetta eru miklu peningar og ég veit að það þurfti að gera endurbætur og ég skil vel Svein sem auðvitað kunnugur þessum málum og við vitum öll hvað erfitt að breyta gömlum húsum og ég skil líka áhyggju Guðmundar. En ég fagna því innilega að nú rekum við aumingjastimpilinn af okkur. Það kostar en hann Ólafur, hann skildi þetta eftir fyrir okkur. Takk fyrir. Takk fyrir. Næstur hefur beðið orðið Ægir. Gjörðu svo vel. Fundarstjórar, góðir fundamenn, geti félagar. Ég ætlaði að Emil og Erna og þau hafa talað þetta varðandi húsnæðismálið. Ég ætlaði aðeins að bæta við sem mér fannst ekki koma kannski fram í erindum Guðmundar og hans, mann ekki hvað hann heitir, hérna frá SCBR. Fyrirgeðu, það ekki allir sem heyra. Það þarf að tala í mikrofón. Já, nei, getur við augnablik. Það ekki tæknina. Góðan dag, gott fólk. Ég biðst forláts að því upphafi míns máls áðan glemdi að kynna mig en ég heiti Sveinn Guðmundsson og frá SCBS. Þá hafið það á hreinu. Þakkaði fyrir Sveinn, ég ætlaði nú ekki að koma fundinum í uppnám, en ég heiti Ægir og Lúðvíksson við MND-félaginu, svo ég búin að vera varamaður í framkvæmdastjórn síðastlið ár og aðalfulltrúi í aðalstjórn. Þannig að því sér til handilega. En varðandi húsnæðismál, ég í sjálfu sér, þetta eðlileg umræða, en ég ætla aðeins að leggja inn í þetta vegna þess að ég studdi þetta og studdi þetta eindregið þessa fjárfestingu og ég horfði á þetta þegar svolítið öðrum sem augum hefði mér fundist svolítið. Ég hugsaði þetta þannig að þetta tækifæri til þess að þétta félögin, sameina félögin. Ég hef talað fyrir því að félögin ættu að vera saman undir eða hjá
öpi og það mikið tækifæri og það mjög víða sem að við höfum séð þetta og mjög góðum árangri og nýlega ég búin að skoða hérna handikaphúsið út í Kaupmannahöfn og þar mjög til fyrirmyndar og við eigum að gera þetta vel og við eigum að vera til fyrirmyndar, við erum að berjast fyrir þessum málefnum þannig að ég styð að heilum hug þessi kaup og það hægt að nýta þetta mjög vel. Mér langar aðeins sambandi við tryggja líka sambandi við samning þannig ég sammála því. Öryrkjabandalagið hefur tekið frumkvæði þar og með innleiðinguna og sem mjög gott mál og það má líka benda á að sem var hérna síðustu helgi málefni yfirfærsluna málaflokkum til sveitarfélaga. Þar hefur við verið mjög duglega að láta í okkur heyra. Nú síðan ætla ég aðeins að koma inn á hérna varðandi þessa skipulagsþætti af því að hann var nú tekinn í skýrslunni, ætla að leyfa mér að minnast á það eins vegna þess að af því að ég greiddi atkvæði gegn þessari dagskrárbreytingu og af hverju það vegna þess að eitt af höfum vandamálum af því að ég heyrði það hérna út í bæja eða hérna út í sala að eina ástæðan fyrir því að væri verið að færa þennan málaflokk fram á dagskráni, hann á dagskráni þessi umræða að það eru allir farnir svona seinnipartinn og því miður segi ég eitt af höfu vandamálum Öryrkjabandalagsins þetta það eru allir farnir þegar komið fram í miðjan dag þannig ég ætla bara að enda takk fyrir og ég ætla að enda þessu orð hérna með þessum og ég vona að ég sjái hérna öll hérna þegar ég tala hérna kl. 5:30 takk. Takk fyrir, það hefur einn maður hérna beðið orðið. Hver Já. Þorný. Já. Mátt gjarnan kynna þig og frá hvaða félagi þú ert. Takk. Já, góðan daginn. Snævar Ívarsson heiti ég og frá félagi lesblindra. Til hamingju með daginn bara, við vonandi gerum þetta á góða fundi hérna. Ég hjó eftir því að Guðmundur talaði að aðildarfélagin væru komin yfir 100. Ég heyrði hérna næsta borðið að það verið að telja og það náðist að telja upp í 38 og ég komst í þá tölu líka þannig að mér langaði bara að læra það núna hvort að þetta sé einhver svona undirfélag sem ég aldrei heyrt og ég þó búin að vera í 10 ár hérna. Takk fyrir. Takk fyrir það. Það hafa ekki fleiri gefið merkið en jú. Ellen, gjör svo vel. Takk fyrir. Komið sæl. Ég heiti Ellen Kalmón og ég kem frá ADHD-félaginu, ADHD-samtökunum ætla ég að segja. Ég veit að húsnæðismálin eru svona umdelt mál og hérna, ég tek undir með Ernu og mér finnst Erna alltaf svo hrífandi frásögn að þetta jú partur af því að gefa okkur betri ímynd sem ég tel að sé mjög mikilvægt. Ég hins vegar svona ráðagóð húsmóðir og mér þykir mikilvægt að fara vel með peningana. Ekki síst þegar við horfum okkar fólk mögulega vanta húsnæði, ekki hafa efni á húsnæði og bara nánast geta ekki lifað af sínum launum. Þannig að ég hef talað opinskátt fyrir því í framkvæmdastjórn og inn á allsstjórnarfundum að mér finnst það velkomin til greina að við leigjum þann helming húsnæði sem við þurfum ekki að nota út strax, bara í því formi sem það þannig að við byrjum að fá einn aur fyrir það. Ég hef líka stungið upp á því að selja þann helming húsnæðisins ef við sjáum fram á þetta sé ekki eitthvað sem að geti borið sig og ég held að það verða að kalla til þess þar til gerða sérfræðinga til að skoða peningamálum svo þetta standi allt steinni við steini. Þannig að það var nú þetta sem ég vildi helst segja húsnæðismálin. Það er bara mikilvægt að þessi stigi varlega til jarðar. Takk. Takk fyrir þetta. Ég ætla þá að gefa Guðmundi Magnúsinu orðið. Gjör svo vel. Já, húsnæðismálin eru öllum mjög mikilvæg og þetta var mikið fagnaðarefni þegar við loksins eftir 6 ára leit
fundum húsnæði sem var hægt að gera aðgengilegt alveg frá A til Ö. Þetta var mjög mikilvægt og þetta kom nú þannig að við urðum að kaupa alla þessa eign, það er að segja 2 álmur sem að voru á sínkvori kennitölunni en hafði verið saminað hjá Landsbankanum sem hafði eignast þetta og við kaupum af. Þetta gerði bæði léttar og þyngra, þetta gerði það að verkum að við gátum farið að spekulera, viljum við fá þarna öll félögin inn sér, þannig að þau fái hver sitt herbyggi eða aðstöðu, kannski í annarri álmunni og við bandalagi með stóra hlutan í hinnu, ætlum við að vera með fundarsal þarna, stóran fundarsal sem að allir geta nýtt sér. Þetta kostar allt peninga og þetta hefur verið mikið í umræðinni og eins þetta hvort að við ætlum að leigja þetta út eða selja, þetta hefur allt saman verið og þetta hefur dregist vegna þess að við höfum ekki alveg endanlega komið okkur saman hvernig við viljum hafa þetta. Ég tek undir með Ægi sem að hann talaði húsið í Kaupmannahöfn, handikaphúsið sem ég hef skoðað það líka, alveg frábært. Þar eru til að mynda vegna þess að ég er mikið áhugamaður salernismál, að þau séu vel aðgengileg, en þau eru nefnilega, þar eru líklega svona 10-15 tegundir af salernum í þessu eina húsi, vegna þess að það er mjög misjafnt hvað hentar hverjum. Sumir þurfa að geta komist að salerninu frá hægri hliðin, aðrir frá vinstri, en aðrir koma beint framan af. Sumir þurfa að hafa vaskinn alveg við, aðrir vilja hafa hann bara sem lengst frá sér og svo framvegis. Þannig að það eru fjölmarg atriði sem að þarf að skoða. Við erum að reyna til dæmis þarna núna og erum búin að finna orðið nokkuð góða lausn held ég með bara 2 salerni fyrir alla. Og þetta held ég að sé mikilvægt að hafa í huga. Við erum búin að leggja mikinn tíma og pening í það að hanna þetta rétt, hanna þetta þannig að verði fyrir alla. Gott að Gísli myndist á varðandi aðgengismál blindra og að þar er einmitt þessi ákvörðun okkar að vera með í almannarómi mjög mikilvægt sem hann var kynntur á aðalstjórnarfundi bara núna fyrir 3 vikum síðan og sem að Kristinn Haldur gerði með miklum bravúr. Varðandi sáttmála Sameinuðu þjóðanna eins og við kallum svona í daglegu tali eða samningin eins og það heitir, að þá er það rétt að við höfum tekið þarna frumkvæði ekki bara í því að hamra á stjórnvöldum og vinna með þeim, ekki bara með því að aðstoða við þýðinguna, heldur munum við það að á síðasta ári að þá heldum við gífurlega góða ráðstefnu í Hörpu einmitt 4. og 33. greinar sáttmálans sem eru lykilatriði. Það er að segja hvernig á að kynna hann, hver á að hafa eftirlit með honum, hvernig á að innleiða hann og svo framvegis. Þá fengum við til okkar 2 sterka menn að utan, kollega minn Stíg Langvad sem er formaður dansku samtakana og er í nefndinni sem að kærunefnd Sameinuðu þjóðanna sem að menn geta kært til og kemur mjög þétt saman, starfar í Sviss ef ég man rétt og þannig að hann þekkir málin mjög vel og svo fengum við mann frá EDF sem er framkvæmdastjóri þar og svona verkefnistjóri einmitt yfir þessar innleiðingu. Eins og ég talaði áðan, við erum komið aldrei langt á eftir hinum sem við berum okkur saman við, hvort heldur sem að það eru önnur Evrópulönd eða önnur Norðurlönd sem við erum komin alveg, það er aðeins örfá lönd enn í Evrópu sem að ekki eru búin að innleiða hann, ég heldur hvert séu 2 eða 3 og þau eru, ef ég man rétt, í Austur-Evrópu
Þannig að það er svona einhvað sem við hérna viljum ekki bera okkur mikið saman við. En varðandi húsnæðið nú aftur, það er mjög mikilvægt að við endanlega ákveðum það hvort að við leigjum þetta út í heild sinni eða ekki. Þetta hefur verið stöðugt á könnu bæði í hérna húsnæðisnefndarinnar, framkvæmdastjórnarinnar og komið upp á aðalstjórnarfundum og þar hefur bara, mönnum sýnt sitt hvað og hérna, ég vona að við förum að fá botn í það, því að þetta er náttúrulega alveg ótækt að láta þetta húsnæði standa autt. Það hefur ekki verið svona mikið meira sem að hérna, Snævar, það var hérna, ég var að tala um það að félagarnir, það er að segja einstaklingarnir sem væru á fundunum, væru komið langt yfir 100. Við erum núna yfir 100 en það er rétt, félögin eru aðeins innan við 35 ennþá. Þannig að hérna, en þetta var bara hérna fyrirgefðu, það var bara ekki nógu skýrt hjá mér. En þetta er náttúrulega, það er ansi mikil munur hvort að það eru 6 að koma sér saman um það eða rúmlega 100 manns að reyna að koma sér saman um eitthvað eitt og það sama. Ég læt þetta bara döði vilji. Já, er einhver sem sérstaklega vill tjá sig undir þessum lið skýrsla formanns framkvæmdastjórnar? Svo er ekki, þá hefur við fundarstjórar ákveðið að taka núna auglýst kaffihlé sem á að vera klukkan 10:50, færa það hér fram 10 mínútur, en jafnframt tekið það alræðisvald að stytta það 5 mínútur. Þannig að, en við látum hér umræðu þennan A-lið lokið, förum í kaffipásu núna, gefum okkur þessar 2 mínútur að klukkan sé núna 10:40 og komum hingað aftur klukkan 10:55 og þá mun Fríða Bragadóttir halda stutta kynningu á stöðuskýrslu skipulagsnefndar Öryrkjabandalagsins og síðan verður umræða hana.